Advania býður ykkur upp á tæknihotnið. Þá ætlum við að vinda okkur í tæknihotnið og í dag ætlum við að tala um Windows 8.1 og við ætlum bara að byrja alveg á byrjuninni. Bara hvað er það? Já, Windows 8.1 er ný uppfærsla í stýrikerfi hjá Microsoft, nýjasta stýrikerfi sem heitir Windows 8. Þegar Windows 8 kom út þá þótti mörgum kannski full mikla breytingar, fannst kannski erfitt að skipta úr Windows 7 yfir Windows 8 og Microsoft er svona að reyna að koma til móts við þessa notendur með þessar nýju uppfærslu Windows 8.1. Þetta er sem sagt stýrikerfið og við erum búin að sjá náttúrulega ansi marga breytingar í gegnum tíðina, Windows XP, Windows og einhver ártöl og þetta virðist alltaf vera að breytast. Já, þetta er alltaf að breytast en sjaldan jafn mikil breyting og núna stökki úr Windows 7 í Windows 8 er ansi stórt. Það verður bara að segja eins og er og það sem að fólk hefur kvartað mest yfir að það var fjarlægur þarna svokallar startnappur og útlitslegar mikla breytingar. Og Microsoft hefur hlustað og þeir eru búin að koma með þessa uppfærslu og hún kemur út núna 17. október og þá er hún frí fyrir alla sem eru komin með Windows 8 og þá eru þeir eins og ég segi, reyna að koma til móts við þá sem Já, þannig að þetta Windows 8.8 var brjálaði og allir fóru í sjokk og nú er að koma einhver svona smá demprun þannig að það sé verið að koma til móts við það er svona notenda breytingarnar sem að fólki fannst erfiðast. Já, það hjálpað þér að skipta yfir í þetta nýja stýrikerfi. Þetta er samt stundum eins og að fá sér nýjan síma þegar þessi nýja stýrikerfi koma og maður veit að þetta verður örugglega rosa fínt og miklu betra en maður nennir ekki alveg að læra þetta. Nei, og breytingar geta oft verið erfiðar. Okkur finnst þetta svolítið erfitt. Við viljum bara hafa hlutina kannski eins og voru eins og við þekkjum þá. En ég vil meina að þessi breytingar séu til góða. Ég er ánægð með stýrikerfi Windows 8 og mér finnst 8.1 vera ennþá betra. Mér finnst það skrefi rétt átt. Og hvað er þá svona gott við það? Heyrðu, það ef ég bara byrja að sýna þér hérna, þú hefur vantilega séð þetta. Þetta er hérna sem stýrikerfi Windows 8.1. Þetta lítur alveg eins út og Windows 8 leit út. En ef við förum að skoða þær breytingar sem eru, þá ætla ég að fara hér í það sem kallast desktopið. Því að hér var alltaf startknappur. Hann er komin aftur, fólk er búið að biðja hann er komin aftur en hann lítur hins vegar öðruvísi út og hann fungerar öðruvísi heldur en hann gerði því að það sem þessi startknappur gerir núna, hann fer með okkur á þessa startsíðu sem að Microsoft er búin að vera að venja okkur á að þetta sé framtíðin hjá þeim, þeir vilja hafa þetta. Stýrikerfið er vissulega hannað fyrir snertiskjá og þetta er mun einfaldar og betra með snertiskjá. Er þetta framtíðin að tölvurnar séu með snertiskjá líka? Já. Flestar tölvur eru farnar að koma þannig að þær eru með snertiskjá eins og til dæmis þessi vél sem við erum með hér. Ég get flippað skjánum hérna yfir og lagt það niður, þá er þetta bara eins og spjaldtölva. Og það er ekki spurning og Microsoft hefur gefið það út að þeir eru að fara meira í þennan snertiskjá. Það sem hins vegar truflaði marga í Windows 8 var að þeir störtuðu yfirleitt á þessari síðu, þessari startsíðu og þeim fannst þetta óþægilegt að byrja þarna og vissi ekki hvernig þetta átti að vera. Og þessar flísar sem eru hér, fólk sá ekki alveg tilgangin í þessu og skildi þetta kannski ekki alveg. Microsoft er búin að koma til móts við það og í dag í Windows 8.1 þegar það kemur, þá getur þú látið tölvuna ræsa upp í þessu viðmóti. Það er svo einfalt að maður getur einfallega bara smelt hérna niðri á taskbarinn, farið Properties og hérna Navigation og þá eru stillingar og ég er til dæmis með þetta stilt þannig að hún ræsir sig í þessu desktop viðmóti sem er nánasta sama og þú ert vön úr Windows 7 og Windows XP. Ef ég íta á Windows knappinn sem er raunið það sama og ég myndi íta á start knappinn hér, þá get ég fengið þessa tíkla hérna upp ofan á skjámyndina sem ég er með. Og þetta er svona svo breyting sem að flestir hafa beðið held ég, að það er að geta ræst sig í þessari mynd sem þú þekkir. Mjög mörgum fannst óþægt að byrja með þessar flísar hér uppi. En eru eitthvað fleiri breytingar? Þetta er aðalega þá kannski þetta á að vera myndrænt, ekki bara með stöfum og hvað? Það eru gríðarlega margar breytingar. Og ef þú ætlar að læra það allt, þá held ég verið bara komið námskeið hjá mér. Og ég verð að kenna þetta bæði í Reykjavík og hér á Akureyri og til dæmis 17. október þegar þetta kemur út, þá verði ég hér á Akureyri. En mér langar til að samt að benda á að þegar þú farið í Windows 1, þá er hérna komið nýtt app eða smáforrit sem heitir Help og Tips. Þetta er nýtt í Windows 8.1 og þú sér það hér kemur upp og hérna er bara leiðbeiningar. Þú getur farið og sagt hérna bara ég ætla að fara í Get Around. Mér langar til að læra hvernig ég ætla að nota þetta stýrikerfi og snilldin við þetta, hér niðri getur þú valið, hérna eru með leiðbeiningar fyrir touch. En svo get ég valið, ég er ekki með snertiskjá, mér langar að læra hvernig gerir fyrir músina. Þetta finnst mér mjög mikið snilld hjá Microsoft að koma með þetta, því þetta hjálpar þeim sem er að koma nýjir inn, þetta hjálpar þeim í það að
tileinka sér þetta nýja stýrikerfi. Það alveg gríðarlega marga breytingar og þú getur farið og stilt hérna, ég er með þennan bakgrunn hérna, bara mynd af fjölskyldunni. Þú getur farið og valið og þú getur sett alls konar liti og ég veit ekki hvað, bara allt eins og þú vilt hafa þetta. Þeir eru með mörg ný smáforrit eða sem dæmi. Þeir eru komni hérna með klukku sem getur bæði verið vekjaraklukka, timer eða stopwatch. Hérna, sem dæmi sko, þeir eru með help og... Þannig að símarnir, iPadnarnir og tölvurnar einhvern veginn að nálgast rosalega mikið, eins og til dæmis þetta app-væðingin. Já, og til dæmis það sem að Microsoft að gera með þessu hér, stýrikerfi sem að gera, þeir eru stefnan hjá þeim og það sem þeir eru rauninni búin að gera það að ef þú ert með spjaldtölvu frá Microsoft, ef þú ert með Surface, þú ert með síman, Windows 8 síma eða þetta hér, þá þetta sama tækið, þar segja að þetta með sama stýrikerfið og þessi smáforrit eða það sem við þekkjum undir apps eða upp, hvað sem þú vilt kalla þetta, þau sem að keyra hérna á þessu stýrikerfið mér, ég get keypt þau líka á spjaldtölvunni, ég get líka keypt þau í símanum og fyrir utan það þá talar þetta allt miklu betra saman og enn nýjungin sem ég langar að segja frá, það það að SkyDrive, nú veit ég hvort þú þekkir SkyDrive, margir þekkir þetta ef maður segir þetta svipað á Dropbox. Ok, þekki það. Jú, SkyDrive. Sáðu það í tæknihotninu hérna á M4 já, þeir eru svo snjallir hjá Advania strákanum. Þeir eru algjörlega styrningar. Þetta innbyggt í stýrikerfið. Ég með þetta í símanum mínum, SkyDrive, ég með þetta í tölvunni minni og ef ég læti eitthvað í SkyDrive þá bara fer þetta í öll mín tæki en það sem búið að bæta við hér að það konar fleiri svona sync settings sem þýðir það að þegar ég að setja upp tölvunni mína og nú til dæmis var ég að setja þessa tölvu upp hérna til þess að geta komið og syngt ykkur hérna á þessu þá spyr hún, viltu nota sömu stillingar og hlutir sem þú ert að nota í heimatölvuninni vegna sem ég að keyra Windows 8 einn heima. Hún þekkir hana og ég segi bara já og þá notar hún það stillingar. Þannig að svona bottanlægni eða niðurstaðan að því meira sem þú kannt á þetta því í rauninni einfaldar þetta lífið til lengri tíma litið. Þannig að þú veist að læra inn á þetta, það kannski flókið til að byrja með en... Já, vissulega og ég segi við fólk sem hrættið að fara í þetta sko, jú þetta smá þröskuldurinn enda minni, núna í Windows 8.1 en ég segi leið þú kemur og þú lærir á þetta og ferð að nota þetta, þá fullir ég að þetta einfalda lífið, þetta betra. Dásamlegt, gaman að fá þig hingað í tæknihotni og verður fróðlegt að fylgjast með þessu, ég hvet bara fólk til þess að hafa samband við eða vil læra eitthvað meira og verið nú ekki hrætt við nýjungar. Nei, akkurat. Advania býður ykkur upp á tæknihotnið.